3, 2, 1, go. Svo var hugmyndin svo, við einkavæðum þetta allt og þá fara einhver markaðslögmál að gilda. En vandinn er sá að markaðslögmálin fóru ekki að gilda vegna þess að bankarnir og allt draslið var einkavætt í hendurnar á vinunum, á klíkunum. Og sem að síðan bjuggu til svona sérstakt bankakerfi fyrir sig, þar sem þeir gátu lána sjálfum sér, bara fjárhæðirnar voru allt í norðan miklu stærri. Þannig að við förum úr einu spillingarkerfi sem var svona ríkisvætt í raun og veru, yfir í annað spillingarkerfi sem það sem ríkið reyndar gefur upprunlega, en var þó þannig á endanum að í rauninni ríkið var búið að afhenda öll völd fjármálumönnum. Í rauninni var það sem var á seyði á Íslandi frá 2003 til 2008 að það var búið að afhenda öll völd í landinu fjármálumönnum. Landsbankanum var úthlutað til eigendahóps sem að tryggði að þeir væru í góðu talsambandi við flokkin eins og það var orðað snilldarlega á sínum tíma, og síðan var Kjartan Gunnarsson framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins eftir að veði fyrir þeim tengslum sem varaformaður bankaráðs. Hinn hópurinn, S-hópurinn, hann heitir S-hópur af því hann er kenndur við SÍS, það voru mennirnir sem stálu Samvinnusjóðnum og mennirnir sem hafa hirt eigur kaupfélagana og mennirnir sem hafa notað pólitík til þess að purkunarlaust að auðga sjálfir, eins og Finnur Ingólfsson. Þeim er úthlutað, það sé, í tengslum við Framsóknarflokkinn, þeim er úthlutað búnaðarbandinn Kaupþing. Þetta er siðlaus stjórnsýsla. Og ég verð að segja ykkur það að það var ekki spilling í sambandi við þessa sölu. Við áttum peninga fyrir því og við ætluðum að koma að borga þetta fyrir reiðufé. Svo einhvern veginn tekur einkavæðingin með furðulegan pól í hæðina og fer alveg á skjön við það að það á allt í einu að hlaupa til að selja hinn bankan og þá ekkert að hleypa erlendu fjárfestum inn og það er bara einhver hópur búinn til þarna, pólitískur, sem á að kaupa bankan. Og hann fekk lána fyrir öllu sínu. Þegar við komumst á snóður í það, þá segir það er nú ekki alveg mjög hugulegt að bjóða manni við að borga í reiðufé og hinn er að fara að lána það. Þannig að þetta varð einhvers konar afsprengi sem að hlausta því þegar Búnaðarbanki seldi það. Okkur þótti það vera mjög ójafnleikur eða menn gætu komið og bara elt allt sem við vorum að gera og fengið lána fyrir öllu og þykjast vera með sömu burði til að eignast bankan og peninga bak við sig og við. En ég ætla að segja ykkur það að allavega Búnaðarbankinn var seldur hæstbjóðanda. Það var hins vegar orkaði tvímælis með Landsbankann, en einhvað síður mælti þetta erlenda ráðgjafarfyrirtæki með því að Samson keypti. Við þurfum að ljúka þessu. Við þurfum að láta tími, en þegar kemur svona fullyrðing sem að ég get ekki sagt mig við að sitja undir öðru sinna fásvarið, þá verð ég að gera það. Stjórnmálavaldinu var beitt til þess að úthluta verðmætum, alveg eins og það var gert með úthlutun kvótakerfisins fyrir ekkert. Forræði þessara flokka er beitt til þess að úthluta verðmætum í hendur þeirra sem flokkarnir hafa velþóknun á. Þetta er Ítalía. Þetta er spillt þjóðfélag, spillt stjórnsýsla. Hjá mér er Árni Sigfússon, bæjarstjóri. Árni, þessi tengsl, eru þau ekki allavega óheppileg? Nei, ég held að það séu bara mjög eðlileg og þetta er náttúrulega bara að verða farsi. Hér að baki okkar er hús sem að þjóðkirkjan er að kaupa og forsvarsmaður þjóðkirkjunar er biskupinn og hann er trúbróðir minn, þannig er það ekki orðið sama vandamál. Þetta er ekki sanngjörn gagnrýni og það er greinilegt að menn eru að seilast ansi langt. Þeir eru að reyna að tengja það að Þorgils Óttar skuli jú vera bróðir fjármálaráðherra og af því að hann á í fyrirtæki sem er að bjóða hér í eignir sem er bara mjög eðlilegt. Þetta er lítið samfélag og þessi hlutir hafa nú gerst í gegnum tíðina. Það er ekkert að því og það er engin tengl sem að við höfum verið að lesa í það. Og ég meina svona hefur þetta alltaf verið á Íslandi og ég einhvern veginn óttast það ef við erum ekki á varðbergi, sérstaklega varðandi það að það sé allt opið hvað er að gera til dæmis í ríkisstjórninni, í bönkunum, varðandi það verið að endur útdeila auðæfum Íslands í raun og veru. Í raun og veru bara verið að stokka allt upp og ég óttast það að það verður það myndist þetta ný auðstétt sem verður
engu veikar en svo þær fyrri og alveg svona til í að vera spilt. Til í að vera spilt og með okkur kannski áfram í þetta sé ég óttast um.